Það komið þið sæl. Það gengur skil norður yfir landið síðastliðna nótt og það hringdi náttúrulega víða frá þeim skilum og eitthvað fram á morguninn en það létti nú víða til norðanlands þegar þau voru gengin yfir og einnig komu nú sólarkaflar hér vestanlands. Sæmilega milt í þessu. Við sáum hita fara í 23 stig bæði í Eyjafirði á Akureyri og einnig í Fnjóskadal en milt veður svona heilt yfir nema kannski á Suðaustur- og Austurlandi þar sem blés af hafi. En hvað varðar þróunin til morguns og þá sjáum við lægð hér suður í hafi sem er nokkuð víðáttumikil og hún er að koma nær landi með skilakerfið sitt og það er viðbúið að það verði því svona meiri gjóla í þessu hjá okkur á morgun og seinnipartinn eða annað kvöld þá er viðbúið að fara að rigna víða frá þessum skilum. En lægðin er sem fyrr, þetta lægðasvæði sem hefur verið hér suðar á landi er enn að dæla yfir okkur hlýju lofti og útlit fyrir að það verði raunin á morgun einnig og við munum á nefa sjá hita fara yfir 20 stig bæði á norður og vesturlandi á morgun. En ef við förum yfir landshlutanna og byrjum við á suðvesturhorninu þá sjáum við að það verður hlýtt hjá okkur, hiti geti farið yfir 20 stig bæði á Vesturlandi, í Borgarfirðinum og einnig í uppsveitum á Suðurlandi. En það sem kannski spillir aðeins gleðinni er nú þessi austan strekkingsvindur sem er hér með suðurströndinni getur hreinlega verið allhvasst eða fara að slaga í stormin hér allra síðst og Veðurstofan hefur einmitt gefið út gula viðvörun sem að nær nú svona helst á til svæðisins undir Eyjafjöllum og það hefur með svona létta tengivagna að gera sem geta þá hæglega fokið af vegi ef ekki farið að með gát. En bjart veður svona að mestu leyti, það er spurning með svona geti ringt eitthvað í fjöllunum hér allra síðust á landinu en það mun væntanlega þykna smá saman upp þá annað kvöld. Einnig bjart veður að mestu þá á vesturhorni landsins eins og þetta korper með sér. Hér er alltaf stóra spurningin sú hvernig með hitafarið er að blása hafi og við sjáum að þetta er svona 7-10 stig úti við norðurströndina en víða inn til landsins er þetta nú öllu hlýrra en svo og gæti farið hæglega í 20 stigin á Norðurlandi vestra. En strekkings norðaustan á sem að liggur hér yfir Vestfjarðakjálkan og úti á Annesjum á Norðurlandi. Það er kannski ekki alveg jafn hvasst á norðausturhorninu, þó gjóla sums staðar með norðurströndinu og það getur einnig átt við innsveitinnar. En hlýtt í þessu, væntanlega hiti aftur yfir 20 stig í Eyjafirði og gæti einnig gert það í Fnjóskadal og Aðaldal líkt og í dag. En austfirðirnir og austurströndin sker sig aðeins úr, þar verður skýjað mestu leyti og sennilega mun einhverjar úrkomu gæta á austfjörðum og lágskýjað þar. Skýjað að mestu leyti á suðausturhorninu eins og sjáum hér og eitthvað getur ringt lítilega fram eftir degi líkt og annars staðar á sunnanverðu landinu þá mun nú bæta í vind og þykna upp þegar líður á kvöldi úrkomukerfi að koma en það er viðvörun af sama meiði í rauninni fyrir Suðausturlands og þetta er þá í Öræfum og jafnvel í Mýrdalnum þar sem gæti verið fókhætta fyrir svona létta tengivagna. En lítum við þá snöggt á stöðuna næstu dag á þriðjudaginn, þegar rauninni þriðjudag og miðvikudag þá eru lægðir hér og skilakerfi í námunda við landið og við sjáum í rauninni hvað þessi kort varðar að það er úrkoma þá sérstaklega sunnan til á landinu, skýjað með köflum norðan til, getur eitthvað ringt þar lítilega og það er ekki fyrir en að fyrir að koma fram á miðvikudag sem að fyrir að sljákka í þessu. Þetta er hádegi á miðvikudag en útlit fyrir að dragi bæði vindi og úrkomu þá síðla dags og verður svona rólegri tíð á fimmtudag og föstudag. En það er sem sé áfram hlýtt í þessu hjá okkur á morgun þó vissulega verði nokkuð vindasamt og að gera fyrir þá sem að huga ferðalögum með suðurströndinni að kynna sér það viðvarna sem er í gildi. Verið sæl.